Ok. Þá skulum við hérna byrja. Hvernig gengum með verkefni? Hvað það, 4? Hún skila? Löngu komið. Ekki allir. Fyrir þá sem eru heima og sem verið að berja einn nemanda núna. Hérna, ég er sem búinn að setja assignment 9 út. Læsingar sem við ætlum að tala í dag og ætti nú ekki að vera mjög langt, en ég hef sagt þetta áður þannig að sjáum hvað gerist. En það er allavega þarf ekki að búa til neitt stóran grunn eða neitt svoleiðis. Svo er verkefni 4 á miðvikudag, þar sem áttu að normalsera 5 töflur. Það verður opinn tíma á miðvikudaginn og það er fullt af hintum á Piazza. Þannig að ég sé að það eru svona cirka 60 sem hafa lesið sem aðra, sem er 4. námskeiðinu og ég hvet ykkur ef er einhverju vandræðum til að kíkja þangað þar. Hellingu búin að fara þar. En ég ætla aðeins samt að taka smá svona refresher á þetta. Það er rétt til að rifja upp. Það er kannski fyrsta lagi að þá er hérna þetta yfirlitið yfir ferlið við normaliseringu sem að hendi hérna upp. Spurningum að draga þess fyrir, það er svo mikið sól. Svona. Og það sem við þurfum að gera, sem sagt, er að finna fallákveður og við erum búin að tala um það, ég ætla að tala hans meira um eftir. Þeir eru búin að vera að finna fallákveður. Það er svolítið mikilvægt og aðeins virðist gleymast að finna, sem sagt, alla lyklana annars vegar, þar sé að finna hérna, stundum eru þau fleiri en einn. Og í öðru lagi að finna þetta minnsta fallákveðumengi. Það aðeins virðist gleymast og kemur stundum getur lent í vandræðum með niðurbrot og svona dæmi hérna, ég tala nú, er ekki mikið glærum til þess minnsta fallákveðumengi. Ef þið eru með fallákveður eins og, maður sjá, hvað er að gerast? Þetta er nýtt. Hver kann á svona? Það gerist núna. Ok. Fyrir þá sem er að hlusta, þá er ég að berjast við að fá að skrifa á skjáinn. Restarta sjónu. Þetta sé þetta. Nú er þetta orðið svona. Nei, ekki svona. Nú er ég að tegna. Fyrirgefum, ítt á músna hér. Hafið séð einhvern lendi ég sáður? Þetta er nýtt. Herra, ég held að þið séu búin að lista. Takk fyrir. Ok, flott. Thank you very much. Það var hérna. Varðandi það að finna minnsta fallákveðumengi, til dæmis eru með A ákvarðar B og B ákvarðar C og A ákvarðar C og þið veljið þetta til þess að brjóta niður á. Að þá tíniðu þessum tveimur fallákveðum hérna, ekki satt. Sem er mjög slæmt. En úr því að við getum reiknað að því A ákvarðar B og B ákvarðar C, þá getum við reiknað A ákvarðar C. Þá megir við bara henda þessari fallákveðu út og nota hina til að brjóta. Einhver lent í þessu? Ég veit að einhver lent einhver í þessu, þið þurfum ekki að reyta. Þannig að þetta er eitt og síðan er það að finna alla lykla, það getur verið mikilvægt þegar kemur að því að finna normalformið. Það er að segja að það getur verið að fallákveða hafi betra normalform gagnvart einhverjum einu lykli heldur en öðrum. Og það er aðeins komið spurningar lyklar eru skilgreindir sem minnsta fallákveðumengi og þá komið spurningum ef við erum með lykil sem er A og svo er annar lykil sem er B og C, er þá ekki A minni, en þetta snerist raunverulega það að við getum ekki tekið burt neitt dálk. Sjálfur sér eru þessi lyklar þannig séð alveg jafn stórir, þeir eru alveg merkilegir. En þetta með minnsta lykil var, ef við segjum til þess B, C, D og B, C er raunverulega lykil, að þá
þá B, C, D ekki líkill. Þannig að þetta svona nokkur hlut sem við séum þarna í spurningunum. Nú, þetta með að finna fallákveður, ég var sem spennt á það að ég hefði ekki talað mikið það, það var alveg rétt, þannig að ég setti vísbendingar mér langaði aðeins að tala það það var semst, eins og við búin að tala það hægt að gera þetta bara eiginlega nokkuð sjálfvirkt, eða þannig ekki sjálfvirkt, en semst, það hægt að nota SQL í því til þess að uppgötva möguleikarna á þessu. Og snýst það að þið eru með fallákveðu eins og A ákvarða B, þar sem að þetta væri sem sagt left hand side og þetta væri right hand side, að þá snýst þetta það að taka töfluna og grúppa hann eftir þessu og athuga hvað eru mörg mismunandi gildi þá í hægri hliðinni fyrir hverju grúppu. Það svona kemur þessi fyrirspurn, og nú þetta ekki rétta dæmið, ég ætla að nota dæmið B ákvarðar C, úr töflu R1 af því að ég var búinn að gefa það gildi. Að þá erum við semst að velja bara B til þess að sýna eitthvað dálk og við grúppum eftir B, það til þess að fá hópana og síðan teljum við hversu mörg C eru fyrir hvern hóp. Nú ef það bara eitt C, skiljið, fyrir hvern einasta B bara eitt mismunandi gildi af C, þá erum við að tala fallákveður ekki. Allavega mögulega fallákveður. Ef það eru fleiri en eitt gildi, að þá það ekki fallákveða. Erum við alveg komið með þetta á hreint ekki? Það ágætt, semst, að því að ég ætla að nota þetta rétt á eftir, þá ef þið hafið einhverju spurningar þetta, þá fínt að... Voruð þið komin gegnum þetta allt saman? Eða ekki? Ok. Við höfum verið að nota þetta dæmi eins og við vorum með einhverja kúrsadæmi þar sem við vorum með væri til dæmis að væri T202 gag 1 og hann var í BSC námi og svo væri T799 eitthvað reme sem var í MSC námi og svo væri kannski væri einhver önnur færsla fyrir gag 1 og þá væri BSC svo framvegis. En ef það kemur síðan allt í einu færsla fyrir gag 1 sem væri MSC. Þá sjáum við að þessi hópur hér, B, í tilfellinu gag 1, væri raunverulega 3 færslur, ekki satt? Hérna ein og hérna ein og hérna ein. Og count distinct að það myndi telja þessa mismundi og kemur út á 2. Í þessu tilfelli væri gag 1, eða námskeiðsnúmerið ekki ákvarða námið. Ef væri engin svona færsla, þá myndi distinct koma sem 1 og þá getum við sagt líklegast fallákveðin ákvarða námið. Og í þessu verkefni þá gaf ég ykkur að ef það líklegast, ef gögnin segir þetta, þá það. Þannig að þá gátu við álykta þetta. Þannig að, nú kunnum við það. Svo ætla koma nokkra spurningar að finna normalformið. Ég ætla aðeins að rifja upp. Munið myndina, hvernig var? Ef við tökum blátt. A, B, C, D, E, þar sem að til dæmis A og B líkill. Munið hvernig við teknum fallákveðunar? Boys code normalform, hvernig lítur hún út? Það ekki allur líkillinn ákvarðar eitthvað annað? Hvað var til dæmis svona fallákveða? Þetta var annar normalform. Dálkur utan líkils ákvarðar einhvern annan dálkur utan líkils. Þessi fallákveða. Þetta var þriðja verki, dálkur utan líkils ákvarðar hluta af lykli. Og síðan í þá hináttina, eins og þessi, þetta fyrsta normalform. Nú, svo kemur ljós að stundum, ef við erum með fleiri en einn lykil, þá hefur eiginlega fallákveðin normalform gagnvart þeim lykli. Við ætlum að taka, mjög einfalt dæmi það. Ef við segjum
að við erum með töflu með A, B og C þar sem A og B er lykill og svo höfum við fallákveðina C á kvaðra A. Þriðja normalform ekki satt. Hverjir eru lyklarnir í þessari töflu? Það er A og B er ekki og B, C. Ok, ef við teknum upp svona að þá er þessi fallákveða hérna sem sagt C á kvaðra A að gagnvart lyklinum A, B að þá er hún á þriðja normalformi ekki. Það var það sem við sáum út úr þessu. Það er dálkur utan lykils bendir inn í lykil. En gagnvart þessum lykli hér, ef við setjum hann svartan, sem BC, hvaða normalform hefur þessi fallákveða? Það var hann á fyrsta, eða ekki? Því þá er hann allt í nú hluta lykli sem bendir út fyrir lykil. Og það sem við gerum í þessu tilfellum, við þurfum að skoða þetta allt vegna þess að það er ekki alveg augljóst að þá sem lykil sem er merktur primary key gefa okkur hæsta normalformið. Þess vegna þurfum að taka síðan af þessu, hérna, tökum við max, sem er þá þetta hérna. Þess vegna er það svo mikilvægt að finna alla lykla. Það er til þess að geta gert það til þess að vera vissum að síðan örugglega finna rétta normalformið. Síðan þegar þau eru komin með alla fallákveður, menn það er önnur fallákveði í þessu sem er bara lykilfallákveðan, hún er AB, þannig AB á hverja C og gagnvart lyklinum AB að þá er hún á hverju? Ekki B, C, N, F. Gagnvart lyklinum AB. En gagnvart lyklinum BC þá er hún á eitthvað. Hún hefur ekki þetta þriðja normalformsform, hún er ekki boycott normalform, hún er ekki öðru normalformi, þannig að það var nýlega komin bara niður á fyrsta normalform. Þannig að, en af því að við tökum max hérna, þá erum við að fá fyrsta normalform, eða boycott normalform. Svo tökum við þetta hérna til þess að finna normalform fyrir töfluna sjálfa. Og eins og það sagði alveg í upphafi, við erum að finna mín af 3NF og boycott NF og það er sama sem 3 normalform. Með á þessu? Ok. Og svo tölum við það að ef við lendum niður á 3 normalformi eins og þetta, þá brjótum við ekkert meira niður vegna þess að þá förum við að tína fallákveða. Við getum ekki brotið þessa töflu niður að öðru svona tína annar hverju fallákveði. Þannig að þetta er prósessin. Svo ætla ég að tala aðeins um multivalue dependency, því það var hluti af verkefninu var að finna það það var gefið upp að gæti verið í gögnunum og ég held sem er búin að segja að sé eitthvað í gögnunum en ekkert of mikið. Og ég ætla örlítið að tala um hvernig þið getur uppgötvað multivalue dependency. Gefa ykkur smá hint. Ég ætla ekki að lesa en ég ætla að gefa ykkur svona smá hint. Og það byggir það er sama aðferð þau notuð til að finna fallákveðurnar. Mjög svipað aðferð. Ef við skoðum þessi gögn hérna, aftur, dæmi sem við vorum með, þá sjáum við hérna að þetta er svona dæmi multivalue dependency. Það er hérna námskeið, það eru kennari í námskeiðinu, það eru bækur í námskeiðinu og við endum að skrá alla kombinasjónir. Við erum alltaf að skrá fyrir hvern kennar og hverja bók erum að skrá eina færslu. Þannig að niðurstaðan, þegar við finnum svona multivalue dependency, er að brjóta þetta niður í 2 töflur. Það sem annars vegar að skrá námskeið og kennara og hins vegar námskeið og bók. Við munum þessu ekki. Búin að rifja þetta upp hérna í panik. En spurningin er hvernig getur maður uppgötvað þetta og það er eina 20 í þessu sem að skiptir máli þar. Annars vegar, ef við erum með svona 3 dálka töflu, að þá er sýnt í bókina ef að námskeið ákvarðar kennara með multivalue dependency, að þá ákvarðar námskeiðið líka hina dálkana sem í þessu tilfelli er bara 1 dálkur. Þannig að þetta kemur svona í pörum. Og hitt sem við getum tekið hans eftir, skoðu, hvað eru margir mismunandi kennarar fyrir þessa bók, fyrir þessa námskeið? Þeir eru 2. Hvað eru margar bækur? Og hvað eru mörg kombo? 2 sem 2 eða ekki? Ef það væri 1 kennari og 4 bækur, hvað væri mörg kombo? 4. Ef það væru 3 kennarar og 18 bækur, hvað væri mörg kombo?
54 eitthvað, 318, skiljið. Þannig að þið getið notað mjög svipuð hveri eins og áðan til þess að telja og bera saman. Skiljið. Ef að vill hann til að distinktgildin hérna, sinnudistinktgildin hérna, sama sem distinktgildin í öllu, þá ansi líklegt að sé með multivalue dependency. Og hvernig getið þið talið? Það eiginlega bara nákvæmlega sama þau voru að gera hérna, skiljið. Þið voru bara að telja, svo bara voru þið með hveri, þið voru að gera aðeins flóknara, þið þurfa að bera saman eitthvað svona, en grunnhugmyndin nákvæmlega svo sama. Að telja hvað eru mörg gildi, hvað eru mörg distinkt gildi og bera saman. Þá mjög líklegt að sé M eftir. Ef það sama fyrir hvert einasta námskeið, þá orðið ansi líklegt að sé M eftir. Ekki satt. En ef það sama fyrir svona slatta en ekki fyrir slatta, skilur, þá það ekki. Þannig að sjálfur sér eins og með fallakvöður, það nóg að finna eitt mótdæmi. Ef það eitt námskeið sem ekki með þessa tengingu, þá ætti ekki að vera multivalue dependency, eða getur verið vilja gögnum. Þetta ekki eitthvað svona vísbending hvernig getið haldið áfram? Þau eru búin að fatta fallákvæðunar og getið bara útvíkkað þessa pælingu aðeins meira til þess að leita þessum multivalue dependency. Innleiðin auðvitað bara að horfa á gögnin, þannig að þetta svolítið mikið af færslum, þannig að það getur verið að taka svolítið langa tíma að horfa það. Og þó, ef þið hugsuðum það, ef þið mynduð raða þessari töflu á réttan hátt, þá mynduð svona kannski líka fá svolítið góða hugmyndum, er það ekki? Það raða fyrst eftir námskeiði, svo eftir kennara, svo eftir bók. Sjáðu lista kennarum einhverja bækur, svo segja næsta kennara einhverja bækur, skilji. Það er alveg hægt að horfa á þetta líka. En þið getur þá notað þessa aðferð til þess að samfæra ykkur að þetta sé þannig. Með að telja. Og síðan var hérna bæði ykkur að tala fjórða normalform og það sjálfsér ég sagði með fallákvæðunar, ef það eru ekki ef þið finna ekki á hverju fallákvæður í gögnunum, þá eru það ekki til. En sko í multivalue dependency þá gaf ég ekki það sama, en þið getið notað þetta að ef þið finnið, ef taflan á boiskot normalformi og einn lykill eitt attribút, þá getið bara sagt þetta að fjórða normalformi. Það engin multivalue dependency, þetta að fjórða normalformi. Ef að allir dálkarnir eru fleiri en einn, allir lyklarnir eru fleiri en einn dálkur, að þá gildir þessi regla ekki, þá getið ekki fullyrt út frá því. Svo var þetta join dependency, það var hérna sem að við klórum okkur svolítið í hausnum yfir, þar sem við vorum að tala grunn þar sem að einhverju sölumenn er að selja græjur fyrir fyrirtæki og við vorum í einhverju hérna, það var einhvern sem setti þá reglu ef að sölumaður er að selja ákveðna vöru og hann er að selja fyrir ákveði fyrirtæki og fyrirtæki framleiðir þessa vöru, þá þarf hann að selja þessa vöru fyrir þetta fyrirtæki. Þannig að ég veit hvort ég muni eftir þessu, búin að gleyma þessu hérna. Ég ætla að taka eiginlega annað dæmi, af því við vorum að tala hvernig brjóta þetta niður. Dæmi sem þekkið orðið kannski þokkalega. Ef við værum að hanna grunninn hérna, beers, bars og drinkar, og við kæmum með þessa hönnun hérna. Það að segja, og þetta bara drinks. Við ætlum bara að skrá hvaða einstaklingur drekkur hvaða bjór og hvaða bar og á hvaða verði. Ekkert alveg geggjuð hönnun af það. Svoleiðis. Þetta ekki það sem að, þá fáum við þessa einu töflu hérna og það reyndar vantar í hérna lyklana. Eða lykildálkana, þetta eru þrír dálkar í lykli. Þegar við færum að vinna með þetta, þá myndum við kannski lenda í einhverjum svona
smá vesen ekki samt. Skilja. Kemur nýr drykkjumaður inn á bar og ætlar að fá bjór þar, hvað verð á hann að borga? Á hann ekki að borga bara sama verð og allir aðrir sem eru þar. Skiljið. Eða ef ykkur finnst einhver bjór góður á einhverjum bar, finnst ykkur ekki þessi bjór góður á öðrum börum? Það kannski frekar verðið sem ræður í hvort þið actually kaupið hann, en ykkur finnst hann alveg góður, eða ekki? Og ef þið eru að selja einhvern bjór á bar, þau eru þá ekki að selja öllum einstaklingum þennan bjór á þessum bar. Skiljið, ef einhver bar, segjum sem svo að það er einhver bar og fyrir ekki einhver bjór og það er einhver manni og það er einhver bar og einhverju verði og svo allt í hennu kemur sem sagt nýr drykkjumaður. Það er hann ekki að þau eru ekki að búa til færslu fyrir hann fyrir alla bjóra og alla bari. Skiljið. Þannig að ef við værum að svara einhverjum þessum spurningum játandi, eða það er að segja neitandi í þessu tilfelli, því að við viljum ekkert að fólk viljum ekki skrá mismundi smekk á mismundi börum, viljum ekki þurfa að skrá verð á bjór á bar per einstakling, svolítið geggjað. Þá gætum við verið misgóttið með multival dependency ef ekki joint dependency. Og ef við skoðum þennan grunn dæmi, ég ætla ekki að fara yfir það, en það sem við gerðum við þessa einu töflu var að skipta upp í 3 töflur. Það er nákvæmlega sama og við gerum hér. Við erum með likes töflu, það á milli, við erum með, við gerum það blátt til að fara. Við erum með likes hér, við erum með frequents hér og við erum með sales hérna ekki, með price. Þannig að ef við hefðum hannað þessa töflu með rauða laginu upphaflega, að þá hefðum við lent í einhvers konar dependency, sem var svolítið skrítið. En úr því að við hönnum það rétt í upphafi, þá lendum við ekki í þessu vandamáli. Og það er sem hægt að segja ef allir lyklarnir eru með 1 dálk, þá getum við sagt að þetta sé á 15 normal formi, það er ekki joint dependency. En það er líka sagt að þetta sé fyrir eitthvað rare, svona í reynd. Og ég satt að segja held að ef við fáið joint dependency, þá er sennilega með hönnunarmistök. Eins og þetta dæmi hér. Þetta eru bara klárlega hönnunarmistök að setja allt í ein vensl. Þannig að það var svolítið fyndið að þetta dæmi sem við búin að nota allan tíman, það var eiginlega að geta stæmi það hvað maður getur gert vitlaust. Þetta var svona smá yfirferð. Heldur við ekki bara ágætlega sett í að klára verkefni núna? All right. Það er enginn sem rífur hár sitt og skegg. Það er gott. Herru, þá skulum við kíkja á hreyfingar og læsingar. Og þetta er svona smá efnisyfirlit, ég ætla að byrja að tala hvað hreyfingar eru og kannski sérstaklega fara síðan í hvernig gagnasafnskerfið sér hreyfingar. Nú, það snúast raunverulega það að keyra fleiri en 1 forrit á sama tíma á móti sömu gögnum. Og svolítið svipað og þegar við vorum að tala normalseringu og þá geta komið upp ákveð vandamál. Við tala hvaða vandamál geta komið upp ef að hreyfingar eða aðgerðir eru að keyra saman svona stjórnlaust. Síðan ætla ég að tala 2 fasa læsingu sem er svona einföld aðferð til þess að koma í veg fyrir árekstra milli hreyfinga til að tryggja ykkur isolation og sem að notuð meðalans í SQL server, DB2, það er Oracle notar aðra aðferð sem ég ætla ekki að fara sérstaklega í ég get kannski aðeins á hann eftir. Og tala svona vandamál sem kom upp, geti lent í deadlock, þið geti lent í að fá eitthvað sem kallað phantom og síðan að tala hvernig þið geti stýrt raunverulega hvað gagnasafnskerfi gerir mikla vinnu til þess að tryggja ykkur isolation. Og þeir eru búin að nota transaction í assignment, þannig að þið vitum svona nokkuð hvað þetta er. Þetta er raunverulega bara hópur af operationum sem fyrir grunninn. Og við tölum svona all or nothing
Það að segja annarkvort keyrir allt sem að þessu transaction eða það keyrir ekki neitt og svo framvegis. Bókin talar one execution of a user program. Mér finnst það alltaf mjög slæm setning vegna þess að þá hugsa maður að keyra einhver Excel-skrá, skilji. Ég hugsa það að bara keyra eitthvað risastórt forrit sem að keyri kannski 30 sólarhringa samflitt. Það ekki það sem við erum að hugsa Þetta einhver aðgerð, einhver funksjón sem við erum að gera. Þetta það sem við gátum nota til að byrja og enda. En það raunverulega þessir eiginleikar sem við höfum mestan áhuga á og sem skipta mestu máli. Það þetta kallað ACID eiginleikar. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Ég þýddi þetta einhvern tímann á íslensku. Atomicity, ég held að get kallað einingu. Consistency, heilleiki. Úps. Þetta var ekki fallega skrifað. Isolation ekki einangrun. Það vil keyra einangrun frá öðrum. Og durability ending. Þannig á íslensku þá sem hreyfingar hafi eiginleikann Það hljómar ekki alveg eins flott eins og ACID. En þetta atomicity, það raunverulega bara það að þetta sé ein eining. Þetta sé allar aðgerðirnar þarna, annarkvort sjáum við áhrif þeirra allra saman eða að þau lítur út fyrir ekkert að maður hafi gert. Ef við erum búin að gera nokkur update á gagnagrunn og svo segjum við abort, að þá eiga bara allar þær breytingar að hverfa og þá líta út eins og enginn hafi séð það nokkuð tíma, skilji. Það bara eins og það hafi aldrei verið gerðar. Consistency sá eiginleiki að hreyfing taki grunninn úr löglegu ástandi í eitthvað annað löglegt ástand. Ég ætla að tala aðeins eftir hvernig við getum útfært þetta. Isolation, að við séum ein í heiminn. Sömuleitt þetta mikilvægasti eiginleikin. Það að við, þegar við erum að forrita aðgerðnar okkar, þá þurfum við ekkert að hugsa að við getum lent í einhverju konflikti, að það kemur einhver annar og að breyta þessu og svoleiðis. Við skrifum bara grunninn eins og transaction eins og við séum alin í heiminn. Og kerfið sér að vernda okkur til þess að það sé satt. Og svo durability, að þegar við höfum committað, að þá áhrifin í grunninn. Þangað til náttúrulega einhver annar kemur og breytir, skiljið. En það sem við gerðum, að það stendur eftir. Og teoretist á það að standa sem sagt forever eða þangað til einhver annar breytir í. Það sem notað í grunninum, í consistency, í rauninni consistency kannski fyrst og fremst okkar ábyrgð. Það að skrifa réttan hugbúnað. Ef við tökum til dæmis millifærslu á peningum, ef við skrifum þannig að ef maður tekur út X af einhverju reikningi, að þá fer Y þangað sem ekki X og ég fæ mismuninn, skiljið. Gagnagrunninn sér þetta ekkert sem gallaða hreyfingu. Þetta bara gagnvart applikasjóninu, þá þetta vond hreyfing, skiljið. Eða það fer alltaf minna inn. En það sem gagnagrunninn býður upp á hlutir eins og constraint og triggerar og foreign key og unique og annað slíkt sem hann býður upp á til þess að hjálpa okkur við að tryggja að gögnin séu rétt. Það sem notað fyrir atomicity og durability það sem kallað recovery og ég ætla að tala það á miðvikudaginn. Að það raunverulega loggað allt sem þið gerið, allar aðgerðir sem gerið, að það sett einhver smá færsla í loggskrá. Og þessi loggskrá, við tryggjum það áður en committið að fara út á disk. Það sem þið gerið, það skrifað út á disk. Og það þýðir að ef kerfið krassar og við viljum samt muna það sem gerðist, þá getum við tekið logginn og getum spilað hann aftur. Það með nægar upplýsingar til við getum bara gert breytingarnar aftur. Og líka með nægar breytingar til þess að ef við þurfum að hætta við hreyfinguna einhverjum völdum, þá getum við farið í logginn og við getum tekið breytingarnar aftur með upplýsingunum þar. Jafnvel þó að kerfið hafi krassað, skiljið. Ef þið eru að gera eitthvað, þið eru búin að gera fullt af updateum, kerfið krassar, þá vilja þau hverfi, því þið viti ekki nákvæmlega hvað var búið og hvað ekki. Við bara byrjuðum upp á nýtt. Og þá nóg í lognum til þess að tryggja það að það sé hægt að taka allar þessar breytingar burt, jafnvel þó að hafi lent út á disk.
En það við tölum þetta næst. Og svo það síðasta sem kallað concurrency control eða stýring samtíða vinnslu og það hún sem tryggir isolation. Og eins og segi, það eru nokkrar aðferðir til að gera þetta. Oracle notar multiversion concurrency control en þessi strict two-phase locking þetta svona eiginlega einfaldasta aðferðin að skýra út. Þannig að ég ætla að rúlla gegnum það núna. Ef þið viljið skoða hitt þá þarf að koma í námskeiði hjá mér í vor. Já, ég sannlega búin að tala mest sem ég ætla að tala þessa gleru. Kannski það segja þetta skiptir máli. Ef við tökum transaction þar sem að færa millifæra $1 million milli reikninga, þetta svona eitthvað rétt fyrir hrun, að þá geta alveg séð hvaða máli þetta skiptir, skiljið, að sé ekki stoppa ekki í miðju kafi og svo framvegis. Þannig að ég er búin að tala þetta. Ok. En það ekki með hvað hreyfing að gera? Það eins og þessi hugtök, þetta er ekki Turing-velun, þessi hugtök. Þannig að þetta er svona eins og var þetta Nobelsvelun fyrir LED ljósin. Þetta er svolítið merkilegra. En ef við spáið í grunnsiðnaðinn, þetta er einhverju 30 miljardar bandaríkjadollara sem hann veltir. Það er raunverulega aðalatriðum byggt á þessari hugmynd, transactions. Fyrst og fremst. En það sem grunnurinn sér svolítið einfaldara, skiljið. Þið skrifið einhver SQL skipanir og það keyrt í því varpaður eitthvað plan og svo þetta plan keyrt. Það sem grunnurinn sér í rauninni bara það að það einhver færsla X eða einhver hluti X í töflunni sem við ætlum að lesa. Skiljið, ef við erum að lesa alla töfluna, byrjum að lesa fyrstu færsluna, svo næstu færsluna, svo næstu færsluna, svo næstu færsluna og framvegis. Ef við erum einhver verskilið, við ætlum að finna upplýsingur einstakling þar sem að ID sama sem 20, þá förum við að finnum færslunum ID sama 20 og við lesum hann. Þannig að grunnurinn sér bara svona read og write aðgerðir. Plus síðan commit og abort. Þannig að skoðum þetta aðeins út frá þeim gleraugum. Og það sem þetta snýst í rauninni, ef þið hugsið þið að keyra, þið búin að forrita fullt af góðum transaktionum. Ef þið myndu keyra þær allar í röð, það að segja fyrst keyrum við þessa og það engin annar að gera neitt. Svo keyrum við þessa og það engin annar að gera neitt. Svo keyrum við þessa og það engin annar að gera neitt. Þá værum að keyra svolítið góða aðgerðið ekki. Þetta kallað raðvinnsla og ef hreyfingarnir eru réttar, þá fáum við alltaf rétta vinnslu út úr þessu, ekki satt. Millifærslan lagi, grunnurinn var í lagi, þá hann ennþá í lagi. Svo kemur einhver og leggur inn pening, grunnurinn var í lagi, eftir innlögn þá hann ennþá í lagi. En þetta ekkert mjög afkasta mikið það, af því að við þurfum að bíða. Kemur einn og tekur skoðar leggur saman innistæður á öllum reikningum í einu bankaútibúi og það tekur hálftíma á meðan þurfa allir að bíða. Þannig að svona serial ekkert voða gott. Það sem við þurfum að gera að tryggja það að grunnurinn gefi okkur eitthvað sem jafngilt svona raðvinnslu. Og nú skulum við aðeins kíkja á hvað það þýðir. Að taka dæmi, segjum að sé í upphafi, og með alveg taka upp blað, segjum að í upphafi, á reikningi A 7.000 og reikningi B 7.000. Og við erum með tvær hreyfingar, T1 sem millifærsla, og T2 sem vaxtareikningur. Það að segja, við erum að bæta vöxtum ofan á. Ef að T1 keyrir fyrst og T2 svo, hvað verður inn á reikningunum á eftir? Millifærslan kannski ekki flókin, býðin og við A sem A plus 100, þannig A verður, verður A 1100 og B 900 ekki. Og svo koma 6% vextir, þá erum við að tala A sé 1166 eða ekki. Og B er 954. Samanlega þessu?
Og þetta allt í lagi ekki. Þetta bara svona raðvinnsla, allir sáttir. Og þetta semst það sem köllum serial, af því að fyrst kemur önnur hreyfingin og svo hin. Tökum þessa röð. Hvaða niðurstöðu fáið þið í þetta? Hverjir verður loka tölurnar? Ég ætla að skrifa þetta hérna aðeins vitar. Svona. Hverjir verður loka tölurnar þannig? Við byrjum á að reikna vexti. Það var 1060 það ekki og svo 1060 líka. Svo tökum við millifærsluna. Þannig að A verður þá 1160 og B verður 960. Það sáttu þetta? Þið sjáu að það er önnur niðurstaða, en þetta líka allt í lagi, gagnvart gagnarhanskerfinu. Þetta alveg fullkomlega löglegt, skiljið, og gagnagrunnum alveg sama í hvorri röðum þetta keyrt. En það sem við þurfum núna að tryggja það að ef við keyrum þessar aðgerðir á sama tíma, að það fáum við þessa niðurstöðu út, aðra hvora þessa niðurstöðu út. Þannig ef við tökum til dæmis þetta hérna dæmi, hver verður loka niðurstaðan ef við keyrum þetta í þessari röð? Það ekki sama í fyrsta. Og þá þetta það sem við köllum serializable. Það að segja, þetta gefur okkur sömu niðurstöðu og einhver keyrsla í röð. Einhver keyrsla. Og þetta sem sagt dæmi samtíða vinnslu, það sem hreyfingarnar á sama tíma, sem í lagi. Skiljið. Annað dæmi hérna, þessi flétta, hvað gefur hún okkur? Hún gefur okkur sama í annari. Þannig að hún líka serializable. Og aftur grunninum alveg sama hvort hann sér. Svo lengi sem þetta eins og eitthvað. Þessi flétta hérna, hvað gefur hún okkur? Sama fyrsta. Eru einhverjir sem að... Nei, það ekki alveg víst það. Þetta blandar saman nefnilega. Þannig að hérna erum við í 1100, ekki? Og þetta verður 1166, rétt. Og þetta verður 1060 og þetta verður þá 960. Þannig að niðurstaðan hérna svo að jú, A eins og í fyrsta, en B eins og í öðru. Og hvað þýðir það? Já, það þýðir einhver greiddi. Annarkvort bankin eða viðskiptavinurinn. Hvort það er jafn slæmt. Skiljið. Þannig að þessi aðgerð, eða þessi röð ekki serializable. Þannig að við viljum ekki sjá þessa röð í gagnagrunn. Mjög mikilvægt. Og svo í hináttina, þau sem snögga fatta, sjá náttúrulega að þarna A eins og í seinna og B eins og í fyrra. Þannig að hérna fáum við A saman sem 1160 og B saman sem 954. Og þetta líka bölvað. Þarna sem sagt, í fyrra skiptið að þá jukust peningarnir og seinna skiptið þá fækkaði. Og þetta samt alveg sömu hreyfingar og það bara mismunandi röð. Þannig að annars skiptið hallaði bankan og hins hitt á kúnna, sko. Þannig að báðar þessar aðgerðir ekki serializable. Þetta eitthvað sem við viljum ekki sjá. Og þá spurningin hvers konar árekstrar geta komið upp. Og þær raunverulega 3, það að segja, ef allar hreyfingar bara að lesa og það enginn að breyta neinu, þá alveg sami hvað röð þetta það ekki. Þau hugsa það. Ef við erum með grunn sem að breytist ekkert í 30 ár, þá getið við verið að keyra allar hreyfingar sem viljið á sama tíma. Því að þau lesa bara alltaf sami gildi. Þannig að það ekki fyrir að förum að skrifa sem að skipti máli. Og eitt sem við kalla hérna dirty read, og þessi orð skipta máli að því að
þau raunverulega skila sér inn í hérna isolation level sem þið getið stjórnað í hérna ykkar útfærslu. Að þarna dæmi þar sem að hérna einhver hreyfing les fyrst A og breytir því og það komið hérna í grunninn, svo kemur önnur hreyfing og les þetta nýja gildi, gerir eitthvað, skrifar eitthvað nýtt gildi í A og committar. Svo kemur þessi fyrir hreyfing og hún heldur áfram og les B og skrifa B og svo allt í einu fattur og það eitthvað villa. Þannig að það bara hætt við. Og þá spurningin, þetta A hérna, hvað A þetta? Munið eftir, hvað hétt það? Atomicity. Annarkvort gerist allt eða ekki neitt. En þarna allt í einu T2 að sjá gildi sem að var í miðju kafi. Með því. Þannig að þarna ekki isolation. Skilji. Þarna eru áhrifin að koma fram. Og þetta sem þegar einhver skrifar fyrst, svo kemur einhver og les það og þetta gildi var aldrei til. Svo eitthvað sem kallað unrepeatable read. Og dæmi sem notað það í bókum oft að það maður les einhverja færslu, segjum laun hjá einhverjum starfsmanni og svo kemur einhver annar og breytir laununum og svo þegar maður les það aftur, þá fær maður ekki sömu tölu. En hérna annað dæmi sem ég finnst eiginlega betra. Segjum sem svo að þið hérna það, já bara tökum millifærslu sem dæmi, að það verið að lesa, eða innlögg sem dæmi, staðan á A 1000 og við lesum það, staðan á A 1000 og við lesum það, svo bætum við 100 og leggjum inn, þannig að við komum í 1100 og svo hér bætum við kannski við 100 aftur og leggjum inn, en við erum ennþá bara með 1100, skiljið. 2 innlagnir og önnur þeirra hvarf. Þetta það sem kallað read-write konflikt, það að segja, við lásum hérna og svo allt í einhver sem að skrifar yfir gildið sem að við höldum að sé í lagi. Og svo síðasta sem kallað overwriting uncommitted data eða write-write konflikt, það sem sagt ef einhverjir bara, við gerum ekkert annað að skrifa. Þið segið, ég ætla að gefa, dæmi sem oft notað það, segjum við sé með trigger sem að tryggir ykkur að hérna, að 2 einstaklingar sé með sömu laun og svo kemur annar og segir, ok, þessi einstaklingur með A, hann með hérna, reyndar betra að þá nota þessa röð. Hann með hérna 1000 í laun, svo kemur annar og segir B, hann með 1100 laun. Ok, svo skrifum við 1100 í A og skrifum við 1000 í B. Enda niðurstaðan sú að af því að hérna af því að við reynum að halda launum sömu, þá enda þau að vera mismundi. Skiljið. Þetta kallað write-write og ég kemur yfirleitt þegar við erum bara að skrifa en ekki að lesa gildi. Þannig þetta svona það sem getur gert þegar við erum ekki með neitt í gangi. Og hérna semst dæmi, þetta umverulega svona svipuð dæmi búin að vera að taka þar sem við erum að hérna gera þetta í einhverjum svona millifærslu tilfelli og svo framvegis. Erum við á þessu? Nú vill svo til blessunarlega almennt að þá gera gagnsæmskerfið þetta ekki af því að við erum með einhverjar varnir og það strikt two-phase locking. Ég held við tökum bara hlé núna, 5 mínútur og svo förum við að tala það. Já. Ég nú já, sem þið postað og yfir á mig. Ok. Já. Líkum svona 0 fyrir 8. Já. Það náttúrulega verið að vitast að ég ekki að forðast því, sko, ég bara fyrir kæst. Já, ég bara, það er nú aftur ekki að vera að gera satt. Það var ekki 10, svo bara staðan 10. Já.
Ok, hello. Það laggar alveg. Já, senda þetta áfram og ég hitta það á morgun þá að ég fara yfir. Svona lág tíma til að endilega fara að senda. Svona bara það sama. Æ? Já. Það góð. Sko, við erum búin að, ok, standið búið til forðið. Við rennum bara. Hvað segir þau? Þú veist, við finnum að falla á. Við rennum bara 100 sinnum. Þú veist, 5 mínútur. Já, hvað er hann við? Sem sagt, við notuðum alltaf þetta hérna. Já, og bara eins til þess. Já. Ok. Eldsannir svona, þannig við erum bara að falla á þau sem við sáum þetta. Ok. Við erum svona ekki alveg þannig að við finnum þessu að það er við finnum svo lítið annað úr þessu en bara svona Já, líka með lykla. Við finnum ekki bara annað lykla í það. við finnum bara allir í Ok. Þessu þurfum við að tekja fyrir alltaf og svona. Já, hérna gerum þetta er bara einu sem við erum margir síðan komum við þessu að hvaðan fáður á þessum líkla að þannig á þetta svo fullskemmt? Já, þú skrifaði eitthvað áherslu bara að fara í það núna. Nei, ég var að fara í núna. Já, við erum í öðrum tíma. Já, svolítið, já. Þannig að þau kíkja bara eftir. Ok. En ég var ekki búin að tala um það, en það er... Ætlaðu við tala um Þetta fjóðar á náttúrulega. Nei, ég tók að tala um það. En það Jú, og síðan er það já, og svo þeir eru búin að því að það eru skipum fyrir þetta og nota einsetningu í þetta. Svo er þetta einsett inn. Það er bara raunverulega skorður sem eiga að fara í þetta er á tíu langarnir. Sér voru líka styrklar. Ég bæði á því, en þá fannst mér að það er svona, en ég samt þessi lík. Já, og það er á hvaða náttúrulega fór þessi? Þessi hérna. Já, ok. Til að lesa það þurfum við að taka Já, bara þessi. Já, það er mjög stundum. Þá sér ég að ég slíkt, þú þurfum ekki að taka ég, en það var samt ég að það en það er bara fyrir. Megum aldrei hafa. Til þess að gera það, þá þurftum við að tína En Já. Já, þeir eru búin að brjóta allt niður í þetta koma niður annað fjóðan þegar við sem eftir þá geta þau kíkja þá þurfum við bara að kíkja á þær kampur sem það fyrir síðu og það er umhverfið að þessum við vorum að hjálpa Og það lóður Já, ég var búin að tala um þetta ég er fór yfir það aftur og tala um hvernig ég geti tekið þessar regnskottur sem ég gera til þess að finna þessi Innocent photo. So basically, I made all the and also so that I do it. Já.
Já, sko, það yfir starfsmann eða það farið yfir prótið 1 en sko það Ok, en það er enda fínt að senda post, sko, þá get ég líka kíkt á morgun, sko. Já. Jæja, byrjum aftur. Við vorum hérna áðan að tala vandamál sem geta komið upp í því að keyra transaction á sama tíma ef við gerum ekki neitt. Og nú erum við alltaf að tala hvað er það þá sem við gerum til að leysa það. Og eins og ég nefndi líka þá eru nokkrar aðferðir en ég ætla að tala þessa aðferð sem er tiltölulega einföld og þægilegt að skilja sem er kölluð strict two-phase locking. Og ég ætla að gefa ykkur reglunar í henni, gefa ykkur nokkuð dæmi og síðan að tala eins hérna 2 vandamál sem að þið gætu rekist á og assignment á 50-daginn er umverulega að leika sér aðeins með þetta. Búa til deadlock og búa til phantom. Og þessi two-phase locking snýstur umverulega það að áður en þið náið í gögn eða lesið eða skrifið, þá þurfum við að fá lás á þau. Hafið eitthvað talað um semafórur í tölvuhugun? Nei, ok. Inngangi? Gott. Ok, þetta er rosa svipað. Og þessi lásar geta verið tvenns konar. Annars vegar er lás sem að kalla shared lás ef þið ætla að lesa og þýðir shared þýðir að þið geti deilt aðganginum með einhverjum öðrum. Eða ef þið ætla að skrifa þá þurfa að fá exclusive lás. Og exclusive þýðir exclusive. Það er bara þið. Og það er regla 2 sem segir ef þið eru með einhverju með x-lás, þá getur engin annar fengið neitt lás. Ef einhverju er að skrifa einhverju færslu, þá getur engin annar komist í hana fyrir hann að committa. Og svo regla 3 að öllum lásum er sleppt fyrir committið eða abortið. Í bókinni að þá sleppa þær miðreglunni og líta bara svo á að því að þetta heitir shared eða exclusive að þá sé hún innifalin. Og hvað þýðir þetta? Kannski já. Áður en tek dæmi, þetta þýðir umverulega það að ef einhver er með shared lás og einhver annar kemur og biður shared lás, þá getur það fengið aðgang. Þýðir að lesa færslu, einhver annar vill lesa hana allt í lagi. Ef einhver er með shared lás og kemur einhver annar að skrifa, þá er hann að bíða. Ef þið eru með exclusive lás, einhver annar ætlar að skrifa eða lesa, þá er hann að bíða. Tökum dæmi. Hérna er einhver færsla F og kemur hreyfing sem ætlar að lesa þessa færslu. Fær shared lás, allt í lagi. Svo committar hann ekki, hún bíður, hún er að gera eitthvað annað. Kemur önnur hreyfing sem vill líka lesa F og þá getur hún líka fengið lás. Skiljið. Þú ert að lesa, ég er að lesa, allt í lagi. Svo kemur einhver og segir, mér langar að breyta þessari færslu. Það sem kerfið gerir þá og segir bara, heyrðu, þú verður að bíða. Það er hérna einhver að lesa, þeir eru með forgang, þú bara bíður. Þannig að það verður til svona biðröð að lása. Svo kemur einhver önnur hreyfing og segir, mér langar að lesa F. Og þá gætum við raunverulega veitt þennan lásið ekki. Skiljið, þetta konfliktar ekki það sem gera. En það sem kerfin gera er að þau segja bara, þú verður að fara í biðröð. Það er einhverju undaðir sem er að bíða, þá verður þú að bíða. Sjáðu fyrir ykkur að hverju þetta er gert. Þannig að þessi hreyfing 3 komist einhver tíma að. Þetta er bara svona fairness hérna, þannig að fáum ekki live lock. Já, eitthvað bara, rosa snögt sko. Það fyrir náttúrulega eftir í hvað, sko, ef að hérna þessar hreyfingar eru að lesa, 11 milljarða færslna í stóru töflu, þá eru ekki millisekundur, þá er það svolítið tími. En hérna, yfirleitt eru þessar hreyfingar frekar stuttar. Síðan kemur transaction 1 og committar, allt í lagi með það, sleppir lásnum, en það er ennþá, hreyfing 2 er ennþá að lesa, þannig að við gerum ekkert í bili. Svo kemur hreyfing 2, hann er abortað, það gerist nákvæmlega saman, lásnum er bara sleppt, og þá getum við farið í biðröðina og sagt, ok, T3 kemst að,
en T4 verður að bíða en þá að því að það er rekst á við exclusive lásin. Sjá þetta fyrir ykkur. Nú skulið þið taka aðeins upp hérna, skrifa upp, sem sagt þetta er hreyfingarnar og prófiði að fara eftir tímaásnum hérna og sjá hvort að það að hafa svo ströngu tveggjafasa læsingu myndi breyta einhverju. Það var regla 1, var að fá lás, annarkvort shared eða exclusive. Regla 2, ef einhverjum exclusive, að því leiðir engin annar lás. Og regla 3, að þegar við committum, að þá hendum við öllum lásum. Prófið að reykja þetta svona fyrir ykkur, hvaða áhrif ströng tveggjafasa læsing myndi hafa á þetta. R þýðir read, tvöfalt F þýðir write, X þýðir exclusive. Þannig að hún fær exclusive lása A, síðan les hún og skrifar. Svo kemur hreyfing 2, reynir að fá exclusive lása A og ætlar síðan skrifa, les og skrifa. Fá exclusive lása B. Og þetta er raunverulega, sjáum við hérna þessa gömlu hreyfing áðan sem við vorum að gera áðan sem var ekki serializable, munið. Við fengum út að A væri 1166 og B væri 960 sem var ekki í lagi. Séð þið commit. Og þið ættu að fá út að þessi ströng tveggjafasa læsing að hún svona breytir fljótlega einhverju. Og þið kíkja, skoða þetta, byrjaði að fá lás á A og svo verið að skrifa. Og síðan þegar að þið fáið þetta hérna þegar að 2 reynir að fá lás á A verður þá ekki konflikt. Af því að það er lás fyrir á X þannig að á A fyrir ekki, þannig að T2 þarf þá að bíða. Þannig að T2 bara bíður. Hvað gerist þá í þessu kerfi? T1 fær bara að halda áfram, skilji. Henni var swappað út hérna í stýrikerfinu og svo allt í einu þarf T2 að bíða og það er ekkert annað að gera, þá kemur T1 bara aftur og fær að vinna. Þannig að það sem myndi gera þá næst var rauninni þetta. T2 fær exclusive lása B, fær að lesa B og skrifa B og svo segir það commit. Þá allt í einu er hérna lásnum sleppt sem þýðir það að T2 núna getur farið í gang og kemur þá og gerir sína greiðir. Og þetta er svona dæmi það sem að þessi ströng tveggjafasa læsing að hún tryggir ykkur sem serializability. Já, spurning. Fær T2 ekki að nota B? T2 gæti fengið að nota B en T2 er alveg forritað til þess að byrja á að nota A og síðan að nota B. Skiljið, þannig að, já, og reyndar koma eftir að það gæti ef að T2 fengið að nota B þá gæti við lent í smá deadlock. En þetta fer auðvitað bara eftir forritunni. Í þessu tilfelli að þá sem sagt var þetta serializability tryggt með því að bara, þið sjá, þetta er bara serial. Við erum bara með fyrst T1 og svo T2. Þannig að það er engin interlífi. En það er ekkert alltaf sem ströng tveggjafasa læsing er svo gróf.
skiljið. Ef það ekki árekstrar til dæmis, þá breytir hún engu. En semst að hún allavega tryggir það að þetta sé jafngilt einhverju runu vinnslu. Þannig að þetta sem sagt, þetta raunverulega það sem að tryggir okkur isolation. Og þið sjáu semst að þetta var dæmi hvað gerðist ef að isolation ekki tryggt, þetta hérna efst uppi. En þarna erum við með læsingar sem að tryggja okkur það að við getum litið á að þetta sé, við séum einu í heiminn. Með þessu? Já, spurning? Ef að T1 hefði kommentar eftir að það var búin að skrifa og lesa A, þá hefur samþyngið fullur. Ef að T1 hefði kommentað eftir að búið að lesa og skrifa A, semst áður en að ég fór í B. Jú, en þá væri það raunverulega 2 transaktionir. Þá væri semst T1 væri að lesa og skrifa A og kommenta, og svo væri einhver önnur transaksjón sem væri að lesa og skrifa B og kommenta, Af því að það kommentir raunverulega þýðir endir á transaksjón, Þannig að þess vegna, en hins vegar ef við hefðum fengið þetta aðeins í hinni röðu, til dæmis í þessu dæmi, ef að T2 hefði byrjað, að þá hefði röðun orðið sem T2 og síðan T1, af því að lásin fæst bara á þetta. Og þetta sem sagt, ég sjá að þetta er ekki hrikalega flókið það, og þetta raunverulega kemur í veg fyrir konflikt og gefur okkur serializable schedule og virkar. Það eru vandamál. Fyrsta sem að við ætlum að tala 2 þeirra, annars vegar deadlock og hins vegar phantom problem. Ég segi að gallið sem sagt að alltaf þegar lesið, þá þurfum við að fá lása. Í svona læsingum, jafnvel þó það væri sem það væri milljón transactioner og það voru allar bara að lesa, þá var það samt að fá lása. Þannig að það er smá overhead í þessu. Oracle er með multiversion currency control og þar er það þannig að ef allir eru að lesa, þá er engin lásar. Og það er svolítið hraðvirkar í því tilfelli. Það var bara gert eitthvað þegar við erum að skrifa. En tökum dæmi aðra. Það eru 2 færslur í þessu dæmi og það eru 2 hreyfingar. Og við byrjum á T1 vill fá lás á fyrstu færsluna og allt í lagi, það granta. Svo kemur T2 og vill fá lás á hina hreyfinguna. Og við geta kallað þetta á B ef við vilja. Síðan kemur T1. Nú vill T1 fá lás á seinni færsluna. Og það náttúrulega lás, þannig að það bara bíður, ekki satt. Svo kemur T2 og vill fá lás á fyrri færsluna. Þið sjáu að þarna er komin frekar slæm staða, ekki? T1 er bíð eftir T2. Hann er bara hent. Þá fáið þið upp á skjáni hjá okkur í villu sem segir deadlock og allir eru með. En það er þó skárað, það er að segja að T1 fékk að vera í lagi og þetta virðir raunverulega, við erum ennþá með acid. Skiljið. Það er bara í ykkar tilfelli þá var A sama sem 0, skiljið. Þið fengu ekki að gera neitt. Userinn, annarkvort þar userinn villu skilaboð eða forritarinn grípur það og gerir eitthvað aftur, skiljið. Og það fer eftir semst bara hvernig það er forritar. Deadlock villur eru hundleiðinlegar. Það er erfitt að debugga þær og svo framvegis. Þannig að tala aðeins eftir svona smá trikk sem er hægt að nota. En að þú spurðir áðan ef að T2 hefði fengið að keyra B fyrst B og svo A þá hefðum við lent í deadlockar ekki. Þá hefði hreyfing 2 fengið lása B, hreyfing 1 fengið lása A, svo reynir hreyfing 2 að bíða eftir A, verður að bíða og hreyfing
eitt þarf að bíða eftir B og allt stopp. Þannig að til að bakka, sko. Og ef þið hefðu komið hér og hér, þá er engin lensingavandamál. Hvaða vandamál fáið í staðinn? Já, þið missið atomicity, eða ekki? Hvað ef það kemur crash hérna? Þá er búið að koma þetta, þannig að durability tekur yfir og þetta er bara í grunnum, ekki satt? Hvað segir, já, einhverju voða glaðar þurfi ekki að borga reikning sín, eða alveg rosalega óanaður að því að hann var að millifæra og það hvarf, skiljið, það er annarkvort. Skiljið, einhver verður rosalega óhamingjusamur, hver sem það er. En sjáu, semst, það sem er raunverulega gefið er hvernig við skrifum transactionar. Þær eru það sem að ráða og það sem kerfið þarf að hugsa er bara að útfæra þær eins og eru skrifar. Þannig að það að bæta commit eða breyta röðinni, það breytir transaction. Getur verið allt í lagi, en hérna, og raunverulega er sem sagt, eitt ráð við að koma í veg fyrir deadlock er að skrifa stutta transactionir. Reyna að finna út hvar get ég skipt þeim upp á þess að ég lendi í vandræðina. Ef til þess er það að lesa hérna, ef þau eru að skrifa eitthvað og svo þurfa að lesa rosa mikið, þá getur þau svona kannski skrifað og kommita og svo bara lesið það gildi aftur og síðan haldið áfram, skil. Það getur verið eftir hvernig þau eru að gera að sé hægt að brjóta þetta upp. Þannig að stutta transactionir eru góðar. Það sem að kerfin gera er tvennt, annars vegar þá getur þau hérna fylgst með því eða það sé búið til svona það sem kallað wait for graph. Það sem eru örvar frá transaction til annar ef hann er að bíða. Svo T1 er að bíða til T2 og T2 er að bíða til T1 og þá, ef það hringur í þessu, þá er það deadlock. Við höfum talað um hérna netafræði, er það ekki stjórnlega starffræði? Svolítið, þannig að, já, spurning. Já. Jú, ef þú setur commit á milli, þá ertu búin að taka eitt transaction og breyta það í 2, sem eru mismundi og þú missir þetta atomicity þá, sem var hugmyndin í fyrsta transactionu. Hárrétt. Svo eru sum kerfi sem að nota bara þetta timeout, skilji. Ef ég reyna að læsa einhverju, það er ekki svarað í einhvern ákveðin tíma, þá bara er timeout. Og svo er bara einhverju transaction hent. Í bókinni þá er talað að ef að transaction er abortað í kerfinu, þá sé hún keyrð aftur. Í raunveruleikanum er það ekkert hægt. Skilji. Raunveruleikanum er þessi transaction búin að gera einhverja hluti og taka einhverja ákvarðanir út frá því stöðuna á grunninum og svo framvegis. Og það sem gerist er bara að einhver, forritarinn eða notandinn fær villu og þarf að ákveða hvort hann vill keyra þetta aftur eða ekki. Já. En ef transactionum er hálfnuð, því það samt ekki að hefur samt breytt einhver í kerfinu? Ef transactionum er hálfnuð, þýðir ekki að hefur breytt einhver í kerfinu. Sko, ef við tryggjum alla asset eiginleikana, atomicity, consistency, isolation, durability, þá erum við búin að breyta en þó ekki. Það er að segja að það sér engin annar það og það atomicity þá hverfur það. Þannig að það lítur út fyrir öllum hinum eins og ég hafa aldrei gert neitt. Og það er galdrarnir við transaction í rauninni. Jú, ég er búin að breyta kerfinu og það getur meira sem verið að það sem ég skrifaði í færsluna sem komið út á disk. Að það mun samt engin annar fá að lesa það ef ég aborta. Og það eru galdrarnir í þessu. Og það er semst, hluthaði er logging svo núna, hluthaði líka hérna logging sem við tölum á miðvikudaginn. En þetta er nefnilega, eins og þetta eru galdrar. Og það er þess vegna sem að þessi transaction eru svo öflugar, þetta er svo öflug abstraction, út af því að öll svona flækju vandamál sem að sér, að kerfið er að leysa það fyrir ykkur. Hér. Módul og stökku deadlock. Þannig að það sem þið þurfa að gera er að skrifa rétt af transactionur. Það er eiginlega verkefni verður það. Það er miklu einfaldar heldur að þurfa að ágjöra að því hvað allir hinn eru að gera. Prófið núna að rekja ykkur í gegnum þetta hérna og sjá hver er að bíða eftir hverjum í þessu. Nú eru þið semst að leika hérna módulinn í gagnasæskerfi sem að
kemst að því að það er hérna búið að bíða svolítið og ég ætla að rekja út hver er að bíða eftir hverjum svo ég geti leyst þennan deadlock. Þannig að við tökum dæmi, byrjum á 1, T1 fær lás á A og svo einhvern tímann seinna kemur T2 og þarf að bíða eftir lás á A og þá myndi T2 vera svona skiljið. Nú ætlum við að rekja okkur í gegnum þetta. Prófið þið að reyna að sjá hver er að bíða eftir hverjum í þessu riti. Setjið niður hérna hringina og prófið að rekja ykkur um transaktionar hérna og sjá hver þarf að bíða eftir hverjum. Hvergi commit. Það er allar í gangi ennþá í lokin. S þýðir shared, það er að segja leslás, þannig að þá geta fleiri en einn fengið shared lás, en hérna X þýðir exclusive, það er skriflás og það getur bara verið eitt skriflás í gangi á hverja færslu. Setju ör frá þeim sem býður í þann sem er beðið eftir. Já. Já. Já, hann er að bíða eftir þeim sem hann er að bíða eftir, sem er að bíða eftir einhverjum öðrum. Og þannig að, en auðvitað forsenda fyrir því ef ég bíða eftir þér og þú bíður eftir einhverjum öðrum, forsenda fyrir því að ég losni, er að hann losni. En sama með hérna, með functional dependency sem við reynum að, ég er actually bíða eftir þér. Nei, ef einhverjum er shared, þá getur þú ekki fengið exclusive. Það er bara einn exclusive lás, það má ekki vera neitt með exclusive. Það gengur umlega báðar áttir. Þetta er það sem vorum aðna með í þessu lock compatibility, það sem vorum með, það er einhver hérna, ef það er shared, og ég vil shared, þá get fengið það, ef það er exclusive og ég vil shared, get ekki fengið það, ef það er exclusive, ef það er exclusive, vil exclusive, þá get ekki fengið það, þetta var þessi lock compatibility. Koma þetta, búin að finna deadlock? Ok, prófum hérna. Byrjum á að fá lás á A, transaction 1 fær lás á A og síðan fer hún út, transaction 2 fær lás á B og svo reynir transaction 1 að fá lás á B. Þannig að þá er transaction 1 að bíða til 2 ekki. Svo kemur 3 og fær lás á C og svo ætlar 2 að fá lás á C líka. Og þá eru 2 að bíða eftir 3. Svo kemur 4, fær lás á B, eða reynir að fá lás á B þar að segja, það er að bíða eftir 2, og svo kemur 3 og reynir að fá lás á A, og þar þarf með að bíða eftir T1. Þannig að þarna er komið hringur, þetta er deadlock. Og núna, sem sagt, að því að spurt commit, að núna er allt stopp. Það getur enginn af þessum hreyfingum gert neitt, það er allar að bíða eftir einhverjum. Aðan T3 fór að bíða eftir T1, nei, þá var ekki deadlock. Það var raunverulega út að tala þetta hérna. Það var ekki ennþá deadlock. Við vitum ekki hvað er að fara að gerast næst. Ef T3 til dæmis myndi bara næst, hefði ekki fara að gera þetta, heldur bara commit. Það var bara málið leyst. Já, akkurat. En nú er T2 búið að gera commit. Nei, já, hvenær? XC er umlega exclusive lás á færslu C. Já. Og T4 er að bíða eftir T2, en hérna, sko óbeint er hann að bíða eftir T1 og raunverulega T3 og svo T1.
skilur. En þannig að hún að bíða eftir öllum þessum í rauninni. Það verður einhver þeirra að klárast til þess að T4 komi stað. En hver þeirra nákvæmlega skiptir kannski ekki öllu máli. Og sko, en það sem við vitum það sem að hvað hann segja, svona lokal effektin sá að T2 með lásan sem mig langar í. Skilur. Það svona sé ég þetta T4 bíða til T2. Og það ekki fyrir þeim lás sem sleppt sem að ég get fengið kontról. Og ég þarf ekki að sjá meira vegna þess að restin af grafinu sérum fyrir mig. Hvernig getum við leyst úr þessu? Þannig að velja eitthvað fórnarlamb. T3, akkur T3 frekar en hann kom síðast. Það til dæmis ágætisregla. Svo stundum ef þú það að passa að vera ekki alltaf að borta sama, svona, kannski helsta. En hvað með að henda T4? Hvað gerir það? Það gerir hún ekki neitt. T4 bara saklaust fórnarlamb, skilur við. Innocent bystander eins og stendur. Það bara að bíða róleitum og ekkert fyrir neinum. En það leysir ekki málið. Hvað segirðu? Já. Það verður að henda einhverjum sem í deadlockinu, sem í hringnum. Og það sem kannski, þetta dæmi sko, deadlock ekki alltaf bara ég að bíða til þér og þú að bíða til mér. Það stundum svona svolítið flóknari hringur, sko. Getur gert errorhandling geymt síðustu fæsluna stunginin. Já, en ef þú gerir það þá lendur í að þú ert að nota gögn sem að voru ekki committuð og skilur, þá kom allir þessi konflikt. Þá ert ekki með serializable. Sko, ef þú committar ef þú myndir til að segja bara, ok, við skulum bíða með einhverju síðustu fæslu. Sko, svona almennt séð þá myndir að lendi því að sko, þú væri búin að, eins og, ef við tökum bara hérna síðustu fæsluna, segjum þessa hérna. Við ætlum bara að geyma þessa. En við fengum hana með því að lesa eitthvað séð hérna, skilur. Við vitum ekkert, þetta akkurat þessu dæmi, þá það kannski ekkert alvarlegt. En við vitum raunverulega ekki hvað komið á undan. Við getum ekki tryggt það að allt sem við höfum verið að lesa sé þá actually hafi verið committað þegar við keyrðum. Og það það sem ástæðan fyrir að við bara voru svo brute force og við bara hendum einhverju, það að við vitum ekki nákvæmlega á hverju þetta byggir. Og það ekki ljóst að við gerum einhver svona trikk að sem sagt, taka fæslu og geyma og leyfa hinn og commit og svona, að þá ekkert ljóst að við séum þá að tryggja sko isolation. Já, þetta mjög góð spurning. Af hverju ekki restarta transaction frekar en að henda því? Restarta transaction þá frekar en að henda því. Og ástæðan, sko, og það það talað bókina, það semst eigi að gera það. Vandamálið að ef þú ert með transaction sem eitthvað begin, trans og svo kemur eitthvað dot og það eitthvað SQL og dot og svo kemur eitthvað if og þú fer hingað og svo kemur eitthvað then, else og svo framvegis. Ef þú keyrir hann aftur, það ekkert ljóst og fáir sömu aðgerðir eða slíkt. Það ekki, og ef þetta kallað úr notendaforriti, þá ekkert alveg örugt að sko, það ekkert alveg örugt að það forrit taki sömu ákvarðanir. Þannig að gagnagrunnurinn, svona einn sér, hann svolítið erfitt með að bara keyra aðgerðirnar aftur. Hann kannski búinn að, hann krassar einhvers staðar hérna. Þetta það sem hann búinn að sjá, hann búinn að sjá allt þetta. En svo kemur ljós, ef þú keyrir þetta aftur, að þá þetta hérna ekki rétt, heldur ferðu hingað. Og þá veit grunnurinn ekki hvaða transaction það skilur. Þannig að það flækjust í því að keyra eitthvað aftur. Þess vegna flesti grunnar bara að henda þessu í forritar. Segja bara, það kom eitthvað upp. Þú dílar við það. Skilur. Flegi bara höndum til lofti. Þannig að ég veit ekki kerfi sem að gera þetta sjálfkrafa. Þú bara ég hef aldrei séð neitt annað deadlock, en það getur verið að sé til, en ástæðan held ég sé þessi, það bara flækjust í þetta svo mikið, sko. Því að, sko,
það gæti verið að þetta hérna sé allt í kóða í grunnum, það gæti líka verið að þetta sé client sem að kalla á begin transaction, svo hann að senda eitthvað SQL query og svo hann að taka einhverjar ákvarðanir og hann að tala við notanda, jafnvel, skilur, og svo hann að gera eitthvað annað. Þannig að flækjustíð á transaction getur verið rosalega mikið. Þannig að það tryggja að það sé allt rétt, notandi sé ekki bara hættu við að fara hann heim. Það svolítið flókið, sko. En þetta rosalega góð spurning, og hann segir, bókin segir bara blákalt að þetta sé alveg hægt og sé ekkert mál. En ég held að þetta sé ekki hægt í alveg, ekki svona í real life. En hvað þá hægt að gera? Fyrsta lagi, ef þið að gera transaction sem að taka kannski gögn úr nokkrum töflum, að reyna að gera allt þessum röð. Sjá, við fengum deadlock áðan af því að ein transaction var að lesa A, eða skrifa A og svo B. En hinn var að skrifa B og svo A. Skiljið. Meðan að við gerum A, B og A, B, þá var hægt að serialisa þær. Þannig að reynið að, ef þið eru að gera margar fyrirspurnir, reynið að gera það í ákveðinni röð. Getur verið haldið flókið, svo líka þarf maður að passa sig á update request. Hérna er semst dæmi sömu aðgerðina við erum með einhver svona teljartöflu. Hérna vinstra megin að þá tökum við lesum teljara einhvern, bætum við einum og svo updateum við. Hérna hægra megin að þá segjum við beint update, þar séum við bara hækkun teljaran og lesum hann svo. Þetta hérna það fyrst shared clause og reynir síðan að færa hann yfir í exclusive clause. Þannig að ef það eru margar svona hreyfingar, þá geta margar þeirra verið með shared clause og það þurfa að bíða eftir upgrade-inu og fá deadlock. Þessi hérna byrjar bara exclusive clause. Af því að hún byrjar á því að update, hún byrjar á því að skrifa. Og svo ætti hún að vera að fá shared clause en hérna hún þarf ekki það því hún þegar hún kom með exclusive clause. Þetta gerst bara inn í transaction, já. Alveg rétt, mikið rétt. Það er alltaf ekkert vandamál. Hins vegar, ef við erum ekki með inn í transactioni, þá fáum við náttúrulega rosalega villur, ekki? Það var allir að fá saman teljaran. Þannig að hérna, það er hitt. Síðan er hægt í SQL, það getur sagt select for update. Og þá fær hún exclusive clause. Þannig að þið getið, ef þið ætlið seinna breyta hlutum, að það borgar sér að setja þetta for update, því þá er það að gefa hint, það er eins gott að læsa þessu núna, því annars getur við lent í deadlock. Þannig að það eru svona nokkur atriði sem er hægt að fikta með, og annað til dæmis sem maður reynir að gera ekki, maður reynir að sko, ef við byrjið transaction og farið svo að tala við notanda, skiljið, það er alveg hrikalegt. Það bara gerið ekki. Svo fyrir notandinn í kaffipásu og meðan bara er grunnurinn stopp, skiljið. Þannig að öll svona user interaction reyna að hafa hann utan við transaction. Og svo bara prófiði að setja inn, skilur, notandi setur inn eitthvað, prófiði að setja inn, ef það villu þá farið aftur til notandans og láta hann laga. Skilur. Enga user interaction í transaction, voðalega slæmt. Þannig að þetta er svona trikkin sem við getum notað. En það er rosa gott að vita hvað deadlock er. Skilur. Því að ef þið lendi í þessu, það er erfitt að finna það. Með þessu. Næsta vandamál er það sem er kallað phantom vandamál og skulum kíkja hans á það, getum þurft að endurtaka næst, en svona aðeins kíkja það. Þarna erum við með einhvern Sailor-grunn, þetta er úr grunnum sem við notum svolítið í bókinni og við erum með tvær transactionir, önnur ætlar að finna elsta sjómanninn með eitthvað rating, þetta er einhver svona einhvern. Elsta sjómanninn með rating 1 og elsta sjómanninn rating 2 og svo er einhver önnur transaction sem er að taka einn af þessum sjómannum, hundgamlan skratta, og hérna upgrade hann. Segir bara, þetta er rosa góður sjómaður, hann færist úr, hann fer raunverulega hérna yfir. Ef þið kíkið á, hvað myndi gerast ef þið keyrir fyrst T1 og svo T2? Prófa að skrifa niður hvað T1 skilar. Það er ekki búið að upgrade T2, hvað kemur það út? Það kemur út 71 og 96 ekki. Ef T2 keyrir fyrst, þetta er ekki akkur skiptum lit, en alltaf, ef T2 keyrir fyrst, hvað gerist þá?
skilur 96 og 63. Ok. Flott. Herðu, ég er eiginlega að skrifa þetta niður svo ég, hérna, þess að það fæslur eða niðurstöður 71, 96. Komið það. Ok. 70, 96, 96, 96, 63. Nú skulum við taka dæmi þar sem að þessi fæslur keyra svona hver hún í aðra. T1 er fyrst að keyra og finnur alla sjómenn með reytingsan sem 1 og finnur síðan elsta sjómannin. Ok? Hún er búin að fá að lása alla sjómenn 1, finnur elsta sjómannin, hann 71. Þannig að T1 er að fara að skila 71 og eitthvað. Svo kemur T2 og breytir sjómannin hérna. Það er að segja að hann var einsast New Sailor eða hann sérst, þetta er update, þannig að koma raunverulega 2 hérna saman. Setur inn hérna, hendur út úr menginu 2 og setur inn í 1. Og committar. Svo kemur T1 og les elsta Sailor með rating 2 og fær út 63. Er þetta serializable? Nei, þetta er ekki sama og annað á undan hinu. Samt vorum við strict two-phase locking, sjáðu. Vegna þess að hérna erum við með sérlása á alla hérna sem eru með rating sem 1. Hérna fáum við exclusive lás á Þetta var nýtt. Ok. Þetta er af því að ég hvíli mig þetta. Hér fáum við hver exclusive lás á einhverja fæslu hérna, bara, skiljið, á þennan 96 gaur og breytum honum. Og svo kemur T1 og hamingjusamlega fær sérlás á alla hérna með rating saman sem 2. En af því að þessi gamli jaxl hérna, hann er ekki lengur með rating saman sem 2, þá var engin lás á hann. Þetta er semst það sem er kallað phantom problem. Sá sem er phantomin í þessu er raunverulega þessi náungi hérna, eða þessi náungi hérna, sem að kemur inn í mengið sem við heldum að væri búin að lesa. Og vandamálið er það, nú er ég að skrifa hérna yfir. Það var það. Vandamálið er það að þessi læsingar aðferð að hún lokar einstökum fæslum og læsir einstökum fæslum. En SQL, það er að hugsa um mengi. Sjáðu munið þar á. SQL, þið sagðu, heldur þið væri að læsa öllum skiljur sem væri með rating sem 1 og þið heldur þið væri að læsa mengi. Þið er ekkert að læsa mengi. Þið eru bara að læsa öllum fæslum sem voru til akkurat á þessum tímapunkti sem er með rating sem 1. Þannig að ef maður teiknar þetta upp, þá er þið hérna með einhvern mengi af færslum með rating saman sem 1. Og SQL fyrirspurnin ykkar, að þið haldið að hún sé að læsa þessu, en hún er actually að læsa svona. Og svo kemur hérna transaction 2 og býr bara til nýjan hérna inn í menginu. Nú, hvað er hægt að gera í þessu? Já. Það sem er hægt að gera í þessu er tvennt mögulega. Annars vegar, ef við erum með index á rating, þá gætum við raunverulega læst, við læsum bara bilinu hérna, segjum bara þetta bil hérna, það má ekkert fikta í því. Skiljið. Fáum sérlás á það og svo þegar hérna einhver ætlar að inserta í það, þá þarf hann að fá exclusive lás á bilið og hann verður að bíða. Þetta er hægt. Ef það er engin index, þá þarf hann að læsa allir í töflunni. Og það sem sagt kemur fyrir, ef þið erum með, hérna við tölum isolation level það læst, það kemur fyrir sem sagt heilu töflunum er læst af því að þið eru að verja einhver mengi, þið eru að verja gegn phantoms, og hérna sem að getur verið frekar slæmt.
Það kemur líka ljós næst og líka reyndar í verkefninu sem við gerum núna á 50-daginn að kerfin ekkert að gera þetta almennt. Þið þurfum við virkilega að snúa upp á hendina til að gera þetta. Og ástæðan bara að tekur mikil afköst. Getur búið til Já, getum að gert callback mögulega, jú. En sko, það svolítið flókið að því að, hvað segja, það sem að gagnasafnskerfi sér aftur sko, hann sér ekki mengin, skilur. Það vandamáli að vita hvenær verið að setja inn í mengi sem einhvern veginn í huganum á okkur læst. Þannig að það að gera callback til að láta vita, þá þyrftum að vita mengin, þyrfti lásastjórinn að vita af þeim og það væri hægt að gera en kerfin eru ekki að gera það. Og það sem þau gera, ef að þið pínu þau til að hafa ágjör á þessu, að þá gera þau raunverulega þetta tvennt, annarkvort læsa þau indexnum, þannig að þið getið ekki sett inn í indexin og þar með eða flett upp í indexnum, eða þau læsa bara allir töflunni. En eins og komum næst, þá bara yfirleitt ekkert verið að hafa miklar ágjur. Default hegðun hjá kerfunum að leyfa phantom. Já, það munur koma upp tilfelli þar sem upplýsingarnar eru vitlausar, en það sem fólk segir bara afkosta höggið sem við fáum af því að banna þetta það mikið að við bara ætlum að þola. Skilur. Við ætlum bara að láta okkur að hafa því að þetta ekkert rosalega algengt. Það eiginlega það sem Herri, við skulum hætta hérna núna, sem við förum þá tölum aðeins isolation level locking næst og síðan tölum við recovery. En hérna, já, segjum það gott núna í dag.